Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þætti vikunnar hittum við nýjan slökkviliðsstjóra brunavarna Suðurnesja, smökkum epli úr gömlum verðlaunagarði í Keflavík og hlustum á lag á gospel tónleikum í ytri Njarðvíkurkirkju. Þórey Óladóttir og Ómar Ólafsson, maður hennar, hafa búið í tæpan aldarfjórðung við Skólaveg 3 í Keflavík, en garðurinn við húsið var verðlaunagarður í Keflavík árið 1970. Þórey bætti við nýju eplatré í garðinn í vor og við fengum að smakka. Jæja. Heyrðu, hérna þetta fína eplatré sem ég fékk í Gróðrarstöðinni Glitbrá í maí. Og þá voru komnir 6 eplavísirar á það, þannig að og þeir hafa nú haldist nema 1 í allt sumar. Og nú komið fram í lok ágúst og mér sýnist að eplin séu nú bara að verða nokkuð álitleg. Þannig að þetta búið að þola alveg sólarleysi í sumar og rigningar, þannig að þetta mjög gott yrki. Þú ert kannski ekki alveg að fara að setja þetta í sölu, þetta ekki það mörg tré, það mörg epli segja. Nei, þetta eru mjög dýrmætt epli, sko, þannig að maður verður að fara að sparlega með þau, sko. Hvernig kom hugmyndin? Bara út í loftið höður? Ég alltaf með einhverja dillur. Langar að ég hefur alltaf langað að prófa að vera með eplatrí. Þannig að svo bara sá ég Ása var að auglýsa og hennar tré og runnar þola veðrið á Suðurnesjum. Þannig að ég vissi að þá myndi þetta vera pottþétt, og það hefur sannað sig. En hvað hefur þú hugsað eitthvað sérstaklega vel þetta? Var eitthvað sérstök uppskrift af því til að fá góð epli? Já, ég náttúrulega setti stífið svo þetta myndi nú þola Suðurnesjarokið og svo náttúrulega fórnaði ég einum nælonsokk til þess að styðja við, þannig að þetta alveg búið að vera í degri. Svo náttúrulega maður búinn að kíkja á það og gefa því áburð og svona. Og vökva og það var ekki þurft að vökva kannski? Nei, reyndar hef ég ekki þurft að vökva mikið, sem betur fer. En já, það hefur fengið alveg mikla athygli frá mér og fleirum, sko, þannig að það ekki... Veistu marga sem eru með einhver ávaxtatré á Suðurnesjum? Já, það nú alveg þó nokkrir sem maður fer að ræða málin. Þá eru fleiri en maður heldur, sko. Þannig að Sáast að pósta þessu á samfélagsmiðlum um daginn. Fékkstu þannig viðbrögð? Ég fekk bara svakalega fín viðbrögð og fólk bara hissa að við skulum geta ræktað svona suður með sjó, en ég held að sé bara allt hægt, spurningum að hugsa vel þetta og hafa þetta í góðu skjóli. Þannig þetta þarf ekkert sérstaklega mikinn hita í rauninni kannski? Nei, ekki allavega þetta yrki. Þá þetta, ég held að sé bara aðalmálið að hafa gott skjól og bara hugsa vel þetta frá upphafi, sko. Og skiptir líka máli að því þetta kemur náttúrulega úr þannig uppeldi eins og úr sanngerði að það er það búið að fá bestu skilyrðinu, sko. Já. Það bara... En hvað með, þú ert þú ert búin að segja með það, þú sért í gömlu verðlaunagarð Skólavegi 3. Já. 1970 í Keflavík. 1970, já. Þannig að við erum búin að vera að taka svolítið til hendinni bara jafnt og þétt og halda honum bara svona í horfinu, eins og maður segir. Það er líka bara ótrúlega mikið svona sálarró að vera í moldinni og njóta þess. Já. En það er ekkert allir sammála mér, ég veit það. Skemmtilegt áhugamál? Já, mér finnst það mjög skemmtilegt. Já. Það er svo gefandi þegar maður sér einmitt svona eitthvað vaxa og maður sér að það ber árangur sem maður er að gera. Já. Hvað ertu að gera? Ertu að halda við ertu að bæta við? Ég hef verið að endurnýja svolítið, taka það sem er orðið úr sig vaxið og setja nýtt, en sumt er búið að vera í yfir 50 ár. Já. Þannig að það er bara búið að vel. Það er ekkert mál að rækta í Keflavík og Suðurnesjum? Nei, eins og ég segi, ég held að sé bara skjólið og áburðurinn sem að skipti máli og bara umhirðan. Að halda þessu svona þokkalega hreinu. Við að Víkurhöfnum tókum drónamyndir af svæðinu í kringum ykkur fyrir nokkrum árum síðan og þá mátti sjá að það er mjög mikill trjágróður í gömlu Keflavík, húsunum svakalega og víðar. Já, það er það. Og við erum búin að grisja alveg helling því að við vildum auðvitað reyna að hafa sólina sér lengst, þannig að við erum búin að grisja helling.
En ég alveg sammála því, það rosalega mikið sem að trén hafa hækkað hérna frá því sem var. Og bara gróður almennt. Þannig að þetta bara... Í þessu áhugamáliðinni sem þú heldur mest upp og þá ég kannski ekki að tala með þetta nýja eplatré. Mér finnst alltaf voða gaman að sá fyrir sumarblómum. Ég sái yfirleitt alltaf fyrir morgunfrúm því þær eru mjög sterkar og það eru þessi appelsínugulblóm sem eru hérna, þannig að þau eru mjög dugleg, standa alveg fram í frost og ég hérna fæ líka útrás fyrir þetta áhugamál mitt í vinnunni með börnunum og með samstarfskennurum mínum þar í Tjarnarseli. Á leikskólanum? Já, þannig að það náttúrulega bara yndislegt að geta sameinað vinnuna og áhugamálin með börnunum. Varstu eitthvað að pæli að smakka á eplinu? Já, ég var að spá því. Ég var að spá því að bjóða þér. Já, gera það. Við höfum ekki bara slíta af. Fræðingarnir segja að maður eigi að snúa og losa það þannig. Sko, heyrðu. Þetta bara alveg súper flott. Bara tökum við þetta bara og skerum þetta, ekki? Jú. Tökum allar gosflísar af. Svona. Já, ertu spenntur? Sjáu þið bara. Geggjað. Og maður smakkaði það líka. Gjör svo vel. Já. Ég veit ekki hvernig það fer maður. Bara hérna einhvern tíðan í gamla daga sem að það var eitthvað sem að þáði epli á konu. Það var bara vesen. Passaði þig. Já, Þóri, hvernig er það? Þetta er yndislega gott. Þetta ekki sammála? Það smjattar allavega að því. Þorir ekki öðrun að vera sammála, sko. Og þetta er svona sæt og góð efni maður. Mjög sæt og góð. Kemur óvart. Að þetta er bara, þetta er yrkið Tóbías. Svona fyrir þá sem að vilja spá í því. Þetta er mjög gott. Þetta er ljúfeng. Og reyna eftir á næsta ári þá eða með fleiri tré. Það er aldrei að vita. Það er allavega alveg pláss, sko. Það lumar á hverju fleiru hérna inn í gróðurhúsi. Hér er vínberjatré. Já. Og það er hérna hægt að smella sér í einn klasa. Það er ekki það. Já. Já. Þetta... Græna falli. Þetta er líka hérna, ég veit að þetta er gott. Ég var búin að smakka, þau eru svo sæt. Þú verður að smakka það líka. Þau eru mjög góð. Geggjuð. Þannig að það er mjög auðvelt að rækta vínber í svona köldu gróðurhúsi eða köldu gróðurskála. Og það kemur til? Já, það er nú það. Það er bara eitthvað sem að plöntunum líkar vel. Og hún er mjög dugleg að breiða úr sér eins og sér. Hún er komin hérna og ég klippa hana niður yfirleitt á veturnar. Já, ertu búin að vera með hana áður sem sagt? Já, ég er búin að vera með hana núna í nokkur ár og hérna. Já, þetta er ekki fyrstu vínberið þín? Nei, þetta er ekki fyrstu vínberið. Og svo er ég líka að prófa að gera hérna tilraun með hindber. Og hér er blæjuber sem að ég veit nú ekki hvort að ná að verða að neinu. En það kannski næsta ár. Þannig að það er líka auðvelt að rækta blæjuber í svona köldu gróðurhúsi. Svo náttúrulega er ég með rifsber og sólber hérna. Ok. Og þarf ég að fara að taka. Nýtur þau eitthvað? Já, ég nýti í sultur og hérna. Já, ég ætti að vera duglega að hirða það, sko. Og eins og sér sólberunina hérna hinum megin, þau eru kolsvört, sko. Það er alveg orðið tilbúið. Svo skrítið, það er eins og veðráttan og svona þetta. Það er einhver óværa sem hefur komist í berjarunna, það tala fleiri það, sko. Kallað rifsþélu. Og það er voru lítið hægt að gera í því runni. Það er bara plantan verður að fá að jafna sig bara sjálf.
En ertu með eitthvað skilaboð til þeirra sem sem langar að fara í eitthvað svona út í ræktun en hafa ekki þoraði hingað til? Já, bara byrja kannski hæfilega svona stórt, ekki færast of mikið í fang og leita sér bara líka ráða hjá þeim sem eru búnir að prófa. En þetta, ég mæli með þessu. Þetta er bara gott fyrir sál og líkama. Í spurningin. Nýr slökkviliðsstjóri Brunavarna Suðurnesja heitir Eyþór Rúnar Þórarinsson. Hann kemur norðan af Ströndum og kom upphaflega til Keflavíkur til að læra smíðar. Við hittum kappann í nýju slökkvistöðinni í Reykjanesbæ. Ég nú fæddur og uppalinn Ströndum í Hrútafirði og ól minn ungdóm þar. Og ef það var ekki búskapurinn þá svona þetta heillaði mig svolítið og ég kem hérna líklega 97, 98 og fer að læra smíðar. Og þá svona fór ég að kynna svona félagskapnum í kringum þetta og þetta heillaði mig svolítið. Var að smíða með einum góðum aðila sem var hérna að vinna við þetta og þetta heillaði mig. Þannig ég ákvað að sækja og það hvað 1999 þá fer ég varaliði hérna og byrja minn feril, má ég segja það. Já, það er svolítið það að slökkviliðsmenn hafa verið að smíða svona meðfram sínum vöktum. Já, þetta ég held að við séum allavega þá voru eiginlega allir iðnaðarmenn og var krafa að þú væri iðnaðarmaður. Það var í lögum. Og þegar ég byrja þá þetta eiginlega allir iðnaðarmenn eða sem hafa verkkunnáttu sem vinnu og það henta verið slökkviliðsmanninum. Þó vissulega í dag erum við að sjá miklu breiðari flóru af mannskap. Með nýju kynslóðum þá erum við að sjá alla flórur að koma inn í slökkvilið sem bara mjög gott. En áður fyrir var þetta bara mjög algengt og þá var svona yfirleitt smiður sem þótti henta vel í þetta starf. Og þetta hefur strax heillað þig? Já, ég var strax mjög spenntur í slökkviliðinu en svo fylgdi með að 1900, já, þetta verður atvinnur 1988, minnum mig. Og þá þetta fastir vaktir hérna og það sjúkrabíllinn líka með. Og við erum það lítil eining að við getum ekki verið með mannskapinn tvískiptan að þú sinnir bara slökkviliði og þú sinnir bara sjúkrabíl. Þannig að við verðum að sinna báðum aðilum. Þannig að ég hafði svolítið áhyggjur af sjúkrabílum fyrst. Hvort þetta væri eitthvað sem ég gæti. En það bara small líka bara strax og þetta verður eiginlega bara svolítið hugsjón hjá manni. Það er oft kannski svolítið svona viðkvæmustu stundurnar hjá fólki þegar sjúkrabíllinn þarf að mæta til þess. Já, við erum, það er svo oft sagt að við erum bestu stundum í fólkinu og svo erum við líka við verstu stundunar. Það má ég segja það, en við förum í gegnum alla flóruna, mannskapurinn, sko. Hvað er það svona sem hefur heillaði mest við þetta starf? Þetta er fjölbreytileikinn. Ég get bara sagt að þú veist ekkert hvernig dagurinn er þegar þú mætir í vinnu. Það er ákveðin plön að við græjum okkur, fáum hlutverk þegar við erum á vöktum, hvað þú átt að gera í dag og á hvaða bíl þú ert. Þú tékkar búnaðinn og hann sé í lagi og allir hlutir. Svo ertu bara með autt blað. Þetta er ekkert fyrir mig, bara hvað útlalt kemur. Það held ég að sé þessi fjölbreytileiki og gríðarlega góður félagskapur sem þetta er mjög samhentur hópur og ég held að sé í flestu slökkviliðum, þetta er mjög samhentir hópar og við erum mikið saman. Þetta er fjölskylda, við erum nætuvöktum og maður hittir þessa vinnufélög sem mjög mikið, miðað við kannski aðrar vinnur. Þú byrjar hérna fyrir 25 árum síðan. Já. Og síðan þá hefur orðið, ég segi, gríðarleg breyting á samfélaginu á Suðurnesjum. Já, það er ótt að segja það. Ég kem hérna, eins og sagði, 1999 kem ég varaliðið og er mjög heppinn, við erum stór árgangur sem komið þá. Og ég byrja í raun störf hérna 2000, sem sagt, í aðalstarfi
þá í sumar aflýsingum og það ílengjast. Þannig að ég byrja þá og þá erum við niður á Hringbrautinni í gömlu slökkvistöðinni. Það er kannski svona fyrsta stóra breytingin að þar erum við frekar lítill gamalli slökkvistöð og við vorum 3 á vakt þegar ég byrja og alltaf 1 á bakvakt og samfélagið er náttúrulega bara gjörsamlega búin að tútna út og bara eins og við þekkja þetta er búið að ég upplifði herinn sem dæmi, herinn fer, samfélagið er bara búið að stækka alveg gríðarlega og bara öll þjónusta, flugstöðin, hún er náttúrulega alveg tútnar út. Þannig að það er rosa margt að búið að breytast og í dag erum 7 á vakt sem dæmi. Þannig að þetta er mikið búið að breytast hjá okkur. Hverjar svona eru áskoranirnar í dag fyrir nýjan slökkviliðsstjóra Brunavarna Suðurnesja? Áskoranir eru náttúrulega miklar. Það er náttúrulega bara þess að við byrjum þess að hefðbundu slökkviliðsstörfum, þá erum við náttúrulega, við erum með forvarnasvið og fylgja eftir öllum örstækkandi samfélagi, það er mikið af nýbyggingum. Við þurfum að fylgjast með því og það sé allt í góðu þar, stór fyrirtæki, flugstöðin og svona að vakta þetta og bara stöðuga breytingar. Útkallafjöldin, hann náttúrulega eykst með fjölda fólks og sjúkrabíllinn því tengdu. Kröfurnar eru orðnar miklu meira á okkur í sjúkraflutningum heldur en var og menntunarstigið hefur bara snaraukist. Og svo náttúrulega höfum við þetta núna, eins og flest allir vita, að við erum komin inn í eitthvað jarðgosatímabil, þannig að það er kannski svona fyrir utan hefðbundin störf slökkviliðs sem er svona mikil áskorun og áskorun við slökkviliðsstjóra að kljást við það ásamt öðrum viðbragðsaðilum, segi ég. Því við erum sem ekkert eini í þessu, alls ekki. Svona síðustu árum finnst manni tilfinningi vera að það hafi svona fækkað brunaútköllum, kannski en svo náttúrulega svæðið að stækka á móti, en eldvarnir hafa verið að skipta gríðarlega miklu máli. Já, skipta bara höfuðmáli. Þetta er alveg rétt hjá þér að útkallafjöldin hefur fækkað og það er náttúrulega margt sem helst í hendur að það er náttúrulega öflugt forvarnasvið. Við náum að fyrirbyggja, það er verið að vakta þetta dæmi og byggingarreglugerðin, hún tekur á sig málum líka, þannig að það hefur verið að fyrirbyggja svoleiðis. Stærri framkvæmdir, það þarf að skila í brunahönnun, þannig að þetta er svona margar hendur sem koma að þessu markmiði. Þannig að blessunlega hefur útköllum fækkað. Þó við fáum alltaf inn á milli bæði minni háttar og svo stærri útköll. Svo komið svo síðasta vetur bara með viku millibili mikli brunnar í skipum í höfnum hérna á svæðinu. Þetta eru mjög erfið útköll fyrir slökkviliðsmenn. Þetta eru líklega eina erfiðst útköllur sem við slökkviliðsmenn þurfum að eiga við og þá sérstaklega reykkafarar. En það er rétt sem þú segir, við fengum hérna bara tímabil síðasta vetur, bara mjög slæmt og fengum hérna erfið útköll í skip, bara hvert og annað og þetta er náttúrulega mjög krefjandi, þú ert að fara inn í þröng rými, erfitt að komast að eldinum, erfitt að kæla, mikill hiti og bara ég segja þrengsli og komast að þessu. Þannig að þetta er klárlega eina áskorun, svona eitt af erfiðasta sem slökkviliðsmaður á við. Þið æfið mikið, en raunveruleikinn er samt, það ekki, hann er alltaf öðruvísi. Já, við höfum oft sagt þetta að hvað maður kallaði viðskiptavinur kúnnahópur okkar, hann les aldrei sömu námsbækur og við. Það má orðaðilega þannig. Við reynum að læra hluti og okkur kennt hlutir og oft er kennt út á reynslu líka. En margt að þessu kannski haga sér ekki eins og námsbókin sagði og þá förum við í reynsluna og reynum að líka eftir hvað getur gerst og æfum það. Oft er tekið fyrir eftir útköll og við sjáum að það er eitthvað sem við getum gert betur. Hvort það sé tengt búnaði eða þjálfun og þá er tekið á því strax. Það er rýnt og hvað hefur getað gert betur og ef við sjáum að það er eitthvað okkar megin og þá eitthvað sem við ráðum ekki við, þá æfum við það. Þannig að það er mikið eftir, já. Við leggjum mikið upp á því. Og menntun ykkar er
mikil. Það eru gerðar mikla kröfur á ykkur og ég sá það þegar ég bara las yfir þegar var tilkynnt að þú hafði verið valinn í þetta starf, að þú ert búinn að fara í gegnum mikinn skóla Já, á þessum tíma. þetta er svolítið sérstök starfsgreina að þú getur, þegar við tökum slökkviliðsdæmi sem dæmi, að þú getur raun ekkert bara ákveðið að ég ætla að læra slökkviliðsfræði og fer að götunni og ég læri og svo bara er ég tilbúinn fyrir slökkvilið. Þetta er ekki alveg svoleiðis, heldur er þetta að þú þarft eiginlega að ráða þig inn í slökkviliðin og þá kemst inn í þennan pakka að læra og það er raun svona slökkviliðsstýrið svolítið. Og við erum bæði með kennara annars staðar frá og svo eru kennarar innan slökkviliðs. En það er rétt, þetta eru alveg gríðarlega mörg námskeið, mörg stutt, mörg löng og þegar þú ferð yfir eitthvað ár, já, og maður lesi yfir svona línu, þá er þetta mikið tími sem við farið í þetta. Og svo er endurmenntun, það er svo sem ekki nóg að læra þetta einu sinni, við þurfum alltaf að halda okkur við og... Þegar þú ákvaður það að sækja þetta starf, hvað var að reka þig áfram í það? Hvaða áskorun ertu að næla þér í þarna? Já, þetta er góð spurning. Ég hafði svo sem ekkert leitt hugan þannig lagað að þessu starfi. Ég var síðast áður en fór í þetta og var ég starfandi sem varðstjóri og útkallsvið og ég er búinn að vera á gólfinu eins og ég segi í öll mín ár og gríðarlega ánægður þar. Þetta var samt maður fann aðeins að horfa í þetta að fara aðeins lengra, að fara hinum megin og fara úr asónum. Fara í dagvinnu, ég hef búin að vera í vaktavinnu alla mína ævi og kannski það sem kitlaði mann mest var að koma kannski að svolítið framþróun. Þetta er mjög spennandi tíma framundan á Suðurnesjum yfir höfuð. Örstækkandi samfélag, slökkviliði á góðum stað, góðu húsnæði, góðum mannskap og vel tækjum búið. Og þannig að það var bara svona svolítið spennandi tímar að fá að stýra framtíðinni, liðun inn í þessa framtíð sem við erum að koma og það var kannski það sem kitlaði mig. Tækjabúnaðurinn er alltaf svona að breytast og þróast og það er nýjasta tækni er alveg fljóta að ryða sér til rúms í þessum fræðum. Já, það eru örar breytingar og það er bara örar breytingar í hvernig bílar eru uppsettir, hvernig dælur, aukabúnaður, froða, tæknin. Nú eru dróni bara sem dæmi. Þetta er farið að nýtast okkur í slökkvistarfi að fá yfirlitsmyndir og streyma til stjórnenda. Alls konar slökkvumáttur, minni bílar. Þannig að það eru örar breytingar slökkviliðsmegin og sama sjúkrabílamegin. Þetta er allt í tækninni. Þannig að þetta eru spennandi hlutir sem eru að gerast. Ég mætti í útkall hjá okkur í nótt og þar sá maður menn bara saga pínulítil göt og stinga stút inn í veggi og þök og það sprautaðist froða þarna út bara eins og enginn væri morgundagur. Já, þetta er eitthvað sem við fengum með nýja dælubílinn okkar sem er undar, hvað alls ekki að vera 4 ára hjá okkur samt, þetta er fljótt að líða. Þá tókum við upp þetta 1.7 kerfi sem er vatnfroða, margfaldar froðuna og býður upp þennan möguleika að við getum raun borað göt í gegnum þök eða veggi og sest stútinn inn og sprauta þar sem við kannski hefum þurft að rífa meira áður fyrr eða bara þeir komast ekki að. Þannig þetta er klárlega eitt af svona þróunum sem við höfum. Hvað með svona endurnýjun á tækjabúnaði? Er nýr körfubíll á leiðinni og eitthvað fleira? Herðu já, núna bara í þessu töluðum orðum er útboð í gangi á nýjum stigabíl fyrir Brunavarnir Suðurnesja sem við hlakka mikið til því að við kaupum bílinn sem við erum núna hann er framleiddur 95, við kaupum að nota hann og hann er bara kominn á tíma og við erum fann að vantreysta honum að hann gæti bilað sem við viljum alls ekki í svona björgunartæki, þannig að við fengum heimild til að fara í útboð á stigabíl núna á þessu ári og vonandi skýrist það bara fyrir áramót afhendingartími á þeim bíl, þannig að þetta er svona eina stóru fjárfestingu sem er framundan hjá okkur, það er rétt. Svona í þéttingu byggðar, þá eru nú húsin svolítið að hækka? Í dag við erum með 32 metra körfubíl, við völdum þá leið að halda okkur við þá hæð
frekar að stýra stærri byggingum inn í brunahönnun því að ef við förum í svolítið stærri bíla þá verða þeir bæði dýrari og erfiðari í akstri og í notkun. Þannig við völdum þessa leið að fara núna í svolítið libran bíl sem svona hendar inn í bæði þröngar aðstæður og snöggur að vinna. Þetta var svona leiðið sem við völdum. Og þeir eru komið með eitthvað svona nýjan búnað í reykköfunaræfingar og annað, eitthvað konar gervigreindar búnað. Já, við fjárfestum núna í fyrra í sýndarveruleika búnaði, sem Flame og þar getum við sett upp bara alls konar tilvik, þannig að slökkvismaður bara með þrívídda gleraugu, fer inn í hennan heim og leysir verkefnið og hann með brunaslöngu og sér eins og hann sé að sprauta, hann með hitamyndavél, við getum sett hann í hitavesti, þannig að hann í eldgalla og í vesti, þannig að hann skynjar hitan sem hann að labba inn í og þetta náttúrulega bara gjörbylting að við getum bara ef það dauður tími á vaktinni og þá getum við bara ákveðið taka kannski fyrir bara einn bílbruna, einn húsbruna og klára það tiltölulega fljótt á þess að líka óhringa okkur. Þú nefnir bílbruna, það núna fjölgar rafmagnsbílum og það eru öðruvísi eldar heldur en í jarðefnaeldsneytisbílum. Klárlega, sko, þetta er ákveðin áskorun fyrir okkur sem við vissum af og höfum alveg undirbúið okkur og eins og flest öll slökkvilið, svona, við höfum verið vakandi yfir þessu. En þetta eru aðra hættur, þetta náttúrulega geta verið myndast ákveð hættuleg efni í reyknum. Við þurfum meira vatnsmagn ef eldurinn kemst í batterið og jafnvel bara getum við þurft að geta slökkt í hana, það bara setja hann í sérstakann gám og raun bara að fylla hann af vatni og flytja hann á öruggan stað. Þannig að það eru mikla hættur eða áskoranir við rafmagnsbíla. Já, þeir eru búin að vera í miklu samstarfi meðal annars við slökkviliðið í Grindavík, svona í þessum náttúruhamförum og gróðureldum og því sem því fylgir. Þessi nýja ógn sem við tölum í eldgosum þar hafa Grindvíkingar lent einna verst í því og við höfum átt mikið og gott samstarf við slökkvilið í Grindavík. Þeir eru konum með alveg gríðarlega mikla þekkingu að kljást við þetta og við höfum verið að aðstoða og núna þessi nýjastu gosi að færa sig yfir okkar svæði og þá koma þeir inn og hjálpa okkur, þannig að samstarfið er mikið og gott. Og það verður bara að vera og það verður að vera að mynda slökkvilið í landinu. Það er raun ekkert eitt slökkvilið sem ræður við allar hættur á sínu svæði. Það þarf alltaf að fá utanaðkomandi aðstoð ef það gerir stórt. Og þessi nýja slökkvistöð sem var flutt inn í fyrir bara örfáum árum síðan, sem hefur náttúrulega gert gjörbreytt allri umgjörðum ykkar starfsemi. Algjörlega. Hún hefur verið mikið notuð núna, einmitt, hérna almannavarnir með stjórnstöð og eitthvað fleira. Já, hún er búin að gjörbreytta allir aðstöðu, bæði bara fyrir náttúrulega starfsfólkið, fyrir það, við komum inn búnaðinum, þannig að þetta hefur tryggt það og þegar hún byggði þá var hönnuð náttúrulega aðgerðarstjórn henni upp á annarri hæðinni og ég held að menn hafi ekkert óra fyrir að hún yrði notuð eins og að búið að gera og þetta var nú aðalega bara hugsað fyrir óveðursútköll og vonandi bara flugslysaæfingar. En það er rétt að eiginlega eftir 10. nóvember þá er búið að vera liggur við daglega viðvera af einhverju viðbragðsaðila, lögreglu, almannavörnum eða þá okkur og björgunarsveitum. Og þegar mest var, þá var stöðu hátt í 20 manns sem komu að þarna. Þannig að það er alveg rétt. Svona endingu bara, hversu stórt er liðið þitt og svona, hvernig er það skipað? Og ég hef séð að það er að fjölga konum í faginu. Liðið samastendur, ef ég man rétt, þetta eru 54 stöðugildi sem sagt í aðalstarfi og hlutastarfi. Við erum svona hátt í 30 sem eru með fasta atvinnu að þessu. Og konum farið fjölgandi sem er fagnaðarefni og það er bara ekkert langt síðan við vorum með eina konu bara í vinnu hérna. Þær eru gróðnum 7-8 í dag og við sjáum þetta svolítið svona bæði í sjúkrahundingaskólanum og brunamálskólanum að það er alltaf verið hærri og hærri prósentan af kvenfólki í bekkjum sem er bara mikið fagnaðarefni því þetta er klárlega vinnustaður fyrir bæði kynin.
Þetta hentar alveg körlum og konum. Alveg og við sjáum enga mun í starfskrafti, hvað þessi kallaði konu, alls ekki. Gott fyrir fjölbreytileikann. Leiðu við þökkum áhrifið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út vikulegt fréttablað sem dreifti öll Suðurnes á að minnsta kosti 30 stöðum, meðal annars í öllum nettóverslunum. Við hvetjum ykkur til þess að ná ykkur í blað, en blaðið að sjálfsögðu líka rafrænt á Víkurfrétta vefsíðunni waf.is. Þar erum við líka með fréttir og umfjöllun alla daga vikunar. Við erum að fjalla golf á kylfingur.is. Endilega hafið samband við okkur og bendi okkur á skemmtilegt efni sem við getum fjallað í okkar miðlum. En við endum þáttinn í Ytri Njarðvíkur kirkju, nánar tiltekið á gospel tónleikum, nýs kórs Ytri Njarðvíkur kirkju og ungmennakórsins Vox Felix. Njótið vel, við þökkum fyrir okkur, verið sæl.